Þið sem ekki voru hérna síðasta sunnudag, við erum búin að vera í Kenía núna í 2 vikur. Við hjónin þar segja, við komum heim á síðasta laugardag og sögðum frá því hérna á síðasta sunnudag. Mér langar bara að því að það eru fleiri hérna í dag sem ekki voru síðast, að segja ykkur að þetta var alveg stórkostleg ferð og það er svo stórkostlegt að fá að snerta öðruvísi þjóðfélag. Kenía, þeir segja að það sé 80% kristið. Ég veit ekki hvort það er í raun, en hins vegar í borginni sem við vorum, þegar við komum inn í verslunarmiðstöð, þá var verið að spila eingöngu kristilega tónlist. Það var á staðnum þar sem við vorum svona út úr bæ, inn á svona svæði sem hefur verið byggt upp sem biblíuskóli og það er erfitt að túlka mig þegar ég tala hratt. Við vorum þarna inn á lokuðu svæði eða svona upp í sveit, nálægt 1.000.000 manna borg. Þar við hliðina er kvennaskóli sem hafa verið upp í 300 stúlkur. Það er eitthvað fækkandi núna, það voru sennilega 170 stúlkur núna. En þeir biðja stöðulega að fá predikun fyrir stúlkurnar á sunnudögum. Þeir vilja fá Guðs orð fyrir stúlkurnar og þetta er algengt í skólum að það virðist vera fólkið í Kenía, það gerir sig grein fyrir því að unglingar sem hafa kristna afstöðu og hafa tekið á móti Jesú Kristi, þeir hegða sér öðruvísi, þeir hafa annað hegðunarmunstur heldur en hinir. Þannig að þeir vilja fá kristin gildi inn í skólana og það er mjög svona uppörvandi fyrir okkur sem komum frá landi þar sem verið að henda öllu út sem er þar sem ég segi rétt, gott, sómasamlegt vegna þess að nú heyrum við að það er krafum að koma með afbrigðilegt kynlíf inn í skólana, afbrigðilega kynlífsfræðslu, BDSM, það var í fréttablaðinu. Að nú vil ég einhverju fá það inn í skólana. Í skólunum okkar er verið að klæða litla drengi í pils, það er svona uppákoma í leikskólunum. Já, og stúlkurnar koma í jakkafötum. Af hverju þarf alltaf að vera öfugt? Af hverju mega strákar ekki vera strákar og stelpur? Af hverju viljum við taka allt sem er gott og heilbrigt frá börnunum okkar og gefa þeim einhverja pervert sýn á lífið? Ég segi bara burt með það, í Jesú nafni. Ég vil fá inn það sem er rétt, heilbrigt og gott á ný. Ísland er kristin þjóð og við sem kristnir einstaklingar þurfum að rísa upp og segja. Ég er svo þakkláttur fyrir að foreldrarnir sem sögðu mér þetta með leikskólan í Reykjavík, þau fóru og sögðu börnin okkar koma ekki í svona klæðum í skólan. Og móðurinn, hún spurði leikskólastýruna, sendir þú stúlkuna þína á skólaball í karlmannsfötum? Ha? Nei. Af hverju viltu þá að mínar stúlkur komi hérna því að þér dettur eitthvað í hug í karlmannafötum? Og börn vilja þetta ekki. En það er svokallaður rétttrúnaður í gangi á þessu landi sem segir að allt sem hefur rétt hingað til sé rangt og nú þurfum við að taka á móti fjölþjóðlegri menningu, afbrigðilegri siðferðilegri menningu og ég veit ekki hvað. Og það er erfiðara í dag að gera það sem rétt er heldur en að gera það sem rangt er. Ef einhver er staðinn að því, og ég var vitnaði nýlega, að gera ranga hluti á vinnustað, að þá má ekki segja. Þá er allt þakkað niður. Þá fer það hljótt. En ef einhver er staðinn að því að segja eitthvað sem er rétt, heilbrigt og gott, að þá er oft ráðist á hann úr öllum áttum. Þess vegna var Ég ætlaði að segja ykkur frá Kenía, hressandi að koma til Kenía, þar sem að ennþá er sem sagt rétt, er kallað rétt og rangt
kallað rangt. Það ekki búið að snúa hlutunum við. En í dag þá langar mig að bara tala aðeins, við vorum að byrja með biblíulestra köllun Guðs á fimmtudaginn og það var fyrsti biblíulesturinn var kall til Krists og ég ætla ekki að flytja hann aftur en ég ætla að tala tengt því vegna þess að kall Guðs, það svo mikilvægt. Ég horfði á stuttan þátt í gærkvöldi þar sem að maður spurði nokkra prófessora, það var tekið fyrir utan háskóla í Bandaríkjunum og hann var að spurja nemendur og prófessora, baða að gefa sér eitt dæmi breytingu á tegund í sambandi við þróunarkenningu Darwins. Og hann sagði bara eitt. Enginn af öllum þessum, það var sannlega 14-15 mann sem hann spurði, bæði kennarar og nemendur gátu gefið honum dæmi. Allir nefndu dæmi afstöðubreytingu á bakteríum eða fugli. Það var enginn sem gat gefið dæmi að breyting hefði orðið á tegund. Það að segja að hundur hefði orðið köttur eða hvalur hefði orðið maður nei, þeir nefndu fisk sem hafði tekið einhverjum breytingum og hvað hann núna? Hann ennþá fiskur. Þannig að niðurstaðan frá þessari mynd var það að þetta fólk sem heldur fram kenningu Darwins og segir eins og vísindaleg og ég vil sýna þessa mynd hérna bara eftir samkomu þess vegna næsta sunnudag. Hún tekur hálftíma og það gott fyrir okkur að sjá þetta. Að þessu haldið stíft á lofti sem vísindalega sönnuðum hlut, en þegar vísindamennirnir sjálfir sem að kenna þetta eru spurðir, þá fátt svör. Það endaði með því að allir viðurkenndu að þetta væri trú, en ekki staðreynd. Og það málið. Við trúum á Guð, við trúum því að hann hafi skapað heiminn. Ég get ekki séð að heimurinn hafi orðið til fyrir sprengingu vegna þess að við að sprengja fólk í tætlur í dag og það deyr. Það verður ekki til nýtt fólk. Það bara deyr. Dauðinn fylgir allstaðar sprengingum. En lífið verður til fyrir sköpun. Lífið verður til af því að Guð, hann skapaði manninn og allt sem við í raun og veru sköpum í dag og hönnum, það af því að við sköpuð í Guðs mynd. En við skulum fara inn í orð Guðs í dag og ég ætla að lesa hérna eitt vers frá Matteus 22, 14. Það segir því margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Flestir hafa heyrt þetta. Margir nota þetta. Margir eru kallaðir fáir útvaldir. Og fólk notar þetta sem afsökun. Já, ef ég kallaður, að þá nú ekki víst að ég sé endilega útvalinn. Það ekki víst að Guð, hann vilji neitt með mig hafa. Hann hefur aldrei talað til mín, sagði vinnufélagi minn við mig einu sinni. Ég sagði hann að tala til þín núna, af því hann sendi mig til því. Og það málið. Guð kemur ekki endilega sjálfur. Það snýst að hann notar fólk. Fyrra Korintubréf 1:9 segir, trúr Guð, sem yður hefur kallað, til samfélags sonar síns Jesú Krist, drottins voss. Þannig að Guð, hann trúfastur og hann trúr. Það eiginleiki sem okkur vantar í okkar þjóðfélagi í dag, trúmennska, trúfesti. En Guð, hann trúr og trúmennska kemur frá honum, trúfesti. Hann hefur kallað og að kallað þýðir að það kallað. Og hann hefur kallað alla menn til að eiga samfélag við son sinn Jesúm Krist. Og Jesús Kristur, hann kom í þennan heim fyrir 2000 árum og það skjalfest. Það skjalfest. Við sjáum í sjónvarpinu að það eitthvað sem gerðist fyrir 4 billjónum ára, það ekki skjalfest. Og það enginn sem veit hvernig það gerðist. En menn segja að þetta hafi gerst.
Það er ekki skjalfest, en menn setja traust sín á það af því að prófessorinn segir þeim það. Enginn veit hvernig það gerðist. Prófessorinn veit að þegar prófessorinn er spurður, þá veit hann það ekki heldur. Og það er málið, og þetta þykir viska í dag, en Guð hefur kallað okkur til að eiga samfélag við mann sem er upprisinn, sem að situr við hægri hönd Guðs og þú segir, hvernig get ég átt samfélag við hann? Þú átt samfélag við fólk á Facebook, út í heimi, eða hér og þar. Guð vissi áður en Facebook var til að það var hægt að eiga samfélag við einhvern sem var ekki á staðnum. Að vísu er hann á staðnum. Heilagur andi kom. En hann hefur kallað okkur til samfélags við son sinn Jesúm Krist. Og í 1. Pétursbréfi, hann hefur kallað okkur. Í 2. Pétursbréfi fyrirgefið, fyrra kafla, þá segir, kosti þess vegna því fremur kafsum bræður að gera köllun eða útvalning vissa. Hér kemur svona eins og leiðbeiningar með kallinu, stundum kaupum við eitthvað og það koma svona leiðbeiningar hvernig á að nota það, svona how to. Hérna koma leiðbeiningar með kalli Guðs. Hann hefur kallað þig. Svo kemur hérna, fyrst hann hefur kallað þig, þá er eitthvað sem þú þarft að gera. Nú þarft þú að kappkosta að gera köllun þín á útvalningu vissa. Ok? Ef hann hefur kallað þig til að eiga samfélag við Jesúm, þá getur þú byrjað að biðja til Jesú og segja, Jesús, hvað er mitt hlutverk? Jesús, hvernig get ég þekkt þig? Jesús, ertu virkilega að heyra það sem ég segi? Jesús, ertu hérna? Eða ertu einhvers staðar langt í burtu? Og Biblían segir okkur að hann er alltaf nálægur þeim sem ákalla hann í einlægni. Nú, þannig að okkur hefur verið sagt að við eigum að gera köllun okkar og útvalningu vissa. Og við lesum lærisveinina að þegar Jesús kallaði, þá var Jesús á jörðinni, þá var þetta svona svolítið einfaldara. Fylg þú mér. Við lesum að þeir bara stóðu upp, yfirgáfu netin og allt og fylgdu Jesú. Þannig að fyrir þá var þetta eitthvað sem að virkilega snerti við þeim, það var dauðansalvara. Þeir voru tilbúnir að yfirgefa jafnvel lífsafkomu sína til að fylgja Jesú Kristi. Og feður sína líka, já. Þannig að þetta var eitthvað sem að snerti við þeim. Og ég var að hugsa, í dag, þá virðist þetta allt vera svo grátt og þetta er allt svo létt og fólk svona, það tekur kallið, já, ég er bara kallaður, já, bara á jólum, eða þegar pabbi deyr, þá er ég kallaður af Guði til að fara í hans hús, eða þegar ég var 50, þá var Guðs köllun þar, en þarna snerist þetta líf þeirra, þeir bara yfirgáfu allt og fylgdu Jesú. Nú, það er talað Abraham, að hann hafi hlýtt kallinu og hann hafi farið og meiri segja það að Guð kallaði og sagði Abraham, þú átt að fara til þessa staðar og Abraham byrjar að ganga og hann vissi ekki einu sinni hvar þessi staður var. Hann bara Guð sá hann að fara og hann fór af stað og síðan fór hann og hann vissi ekki hvert leiðin lá en Guð leiðbeindi honum eftir að hann fór af stað. Og það er svona líkill, stundum vitum við ekki hvað við eigum að gera en ef við viljum hlýða kallinu þá leiðbeinir Guð okkur. Af hverju ef þú ræður einhvern í vinnu og þú sér að hann hefur engan áhuga á vinnunni, hann hefur engan áhuga á því sem hann á að gera, langar þig að leiðbeina honum? Nei. Guð, ef hann kallar þig og hann sér að þú hefur engan áhuga, langar hann að leiðbeina þér? Nei. En hins vegar, ef þú er áhuga á að gera köllun þín og útvalningu vissa, að þá vill hann leiðbeina þér og þá finnur og heyrir rödd hans þér við hlið. Abraham, hann hlýddi kallinu er sagt og ég var að lesa, ég hef lesið stundum, það er ein saga sem að í Biblíunni í Gamla testamentunum mann sem hét Elísa og var spámaður. Og það hefur alltaf svona, svo ég sletti á góðri ensku að meiðsa mig,
vakið furðu mína að hvernig hann brást við þegar að Elía kom til hans, og ég ætla að lesa það hérna fyrir okkur. Þetta er fyrri konungabók 19:19. Fyrri konungabók 19:19, ein lítil saga úr Gamla testamentinu köllun Guðs. Síðan fór Elía þangað og hitti Elísa Safatsson, hann var að plæja. Þið munið að lærisveinarnir voru að vinna. Og hérna Elísa, hann að vinna. Gengu 12 sameiki á undan honum, sjálfur var hann með hinu 12. Þá gekk Elía til hans og lagði skikkju sína yfir hann. Þá skildi hann eftir yxnin, það að segja uxana, rann eftir Elía, hljóp á eftir Elía og mælti: Leif þú mér fyrst að minnast við föður minn og móður, síðan skal ég fara með þér. Þannig að þegar hann lagði skikkju sína yfir hann, þá skildi hann að Elía var að kalla hann til fylgis við sig, og Elía var spámaður Guðs. Elía svaraði honum: Far og snú aftur, en mun hvað ég hef gjört þér. Þá sneri hann aftur, skildi við hann, tók sameikinn, slátraði þeim, sauð kjötið af þeim við agtíðin af yxnunum, gaf fólkinu að eta, síðan tók hann sig upp og fór á eftir Elía og gjörðist þjónn hans. Tókuð eftir því hvað hann gerði. Hann slátraði fyrirtækinu sínu. Hann slátraði lífsafkomu sinni. Hann var svo ákveðinn í að hlýða kallinu að hann var tilbúinn að gefa allt sem hann átti og alla sína lífsafkomu til þess að fylgja spámanni Guðs. Þannig að, já, þetta verður alltaf virkilega talað til mín að þarna var maður sem var ákveðinn í því að fylgja sinni köllun. Ég þekki annan mann sem að gerði nákvæmlega það sama og Elísa gerði. Og þessi maður, hann er dáinn núna, en ég tengist honum aðeins vegna þess að hann er faðir minn. Og hann upplifiði kall Guðs þegar hann var að starfa í Reykjavík, og hann var reyndar búinn að upplifa kall Guðs áður. Hann var búinn að fara frá einum stað til annars af því að Guð kallaði hann. Þegar hann var í Stykkishólmi þá fór hann til Reykjavíkur af því að hann var kallaður þangað. Síðan er hann búinn að vera í Reykjavík stund, að þá finnst honum Guð kalla hann til að fara til Siglufjarðar og starfa þar. Og hvað gerði hann? Hann seldi húsið sem hann átti og hann gaf það allt í kristniboð til Noregs, og hann sagði: ef að Guð er að kalla mig, þá hlýtur Guð að sjá fyrir mér. Og ef þú ferð kannski svona í ráðgjöf til einhver sálfræðings í daga, þá myndi hann kannski segja þér að pabbi minn hefði verið stórbilaður maður, vegna þess að svona gerir maður ekki. En svona hugsaði pabbi, hann sagði, hann hafði lesið í Biblíunni: leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis, þá mun allt annað veitast yður að auki. Þannig að hann hlýddi kallinu og fór til Siglufjarðar. Hann fekk flutningabíl undir dótið sitt og þau koma til Siglufjarðar að kvöldi dags, sennilega undir miðnætti, og það er farið að snjóa, þau voru búin að leigða íbúð og ætluðu að tæma bílinn, en þá mætir þeim maður og segir að hann sé hættur við að leigja íbúðina. Og þau standa þarna, kölluð að Guði og með alla búslóðina, búin að selja húsið sitt í Reykjavík og komin hérna til að þjóna Guði, og það fyrsta sem mætir þeim eru svik. Og einhver hefði túlkað það þannig að nú hefur Guð brugðist mér og hefði bara pakkað, snúið bílnum við og sagt: hættur þessu leikriti, nenni þessu ekki lengur. En pabbi, hann var trúr kallinu. Hann var alveg viss það að Guð hefði kallað hann. Og það var maður sem var að tala trúfesti við kallið, og hann sagði að þessi kynslóð sem pabbi var af, að þeir sögðu að þó ég sökkvi eða syndi, lífi eða degi, fari undir eða yfir,
að þá ætla ég bara að standa við það, vegna þess að ég veit að það var Guð sem kallaði mig. Og þetta svo ólíkt okkar kynslóð í dag. Það þarf ekkert upp á að bera til þess að fólk hætti við. En þarna var maður sem vissi að hann var kallaður. Hvað gerði hann? Jú, þau fengu hótelherbyggi þessa nóttina, síðan fékk hann inni í litlu safnaðarhúsi og það var ekki þrautalaust. En hann sem sagt trúði að hann væri kallaður og smátt byrjaði Guð að blessa hann á þessum stað. 3 eða 4 árum seinna voru þau búin að eignast 3 hæða stórt hús á Siglufirði. Og hvernig höfðu þau eignast það? Jú, hann trúði því að Guð ætlaði að gefa honum húsið. Hann skrifaði undir samninga á þess að eiga eina einustu krónu. Og hann gerði bara svona eins og hann trúði. Hann sagði, Guð, ég trúði að þú verið búin að gefa mig 50.000 krónur sem var útborgunin eftir 3 mánuði. Og hvað gerðist? Einum degi fyrir fyrstu greiðslu, engin peningur kominn. Morgun sama dags, símtal frá Vestmannaeyjum. Einhver sem segir við hann, ég veit ekki af hverju ég er að hringja í þig, en Guð sagði mér að ég ætti að gefa þér 50.000. Getur það passað? Kemur það þér vel? Ég ætla að símsenda það á eftir. Pabbi var náttúrulega alveg yfir sig kátur. Guð hafði sannað fyrir honum í gegnum allt þetta að hann fyrsta lagi væri kallaður og að Guð væri trúfastur. Og sérhver greiðsla af húsinu var kraftaverk. Sérhver greiðsla af húsinu var kraftaverk. Svo lengri sagan það að þau fara frá Siglufirði 17 árum síðar eftir að Guð hafði notað þau þar á stórkostlegan hátt til að byggja upp barnastarf, fara til Akureyrar og gefa aftur húsi sem Guð gaf þeim. Veistu að þú getur ekki útgefið Guð. Á Akureyri beið þeirra hús sem þau vissi ekki Guð gaf þeim hús aftur. Það gerist ekki alveg strax, en Guð gaf þeim hús. Þannig ef að Guð kallar þig og þú svarar kallinu, þá ertu útvalinn. Þá ertu útvalinn. Þetta þýðir bara það. Margir eru kallaðir, fáir útvaldir. Af hverju eru svona fáir útvaldir? Það eru svo fáir sem svara kallinu. Margir svara kallinu kannski, en leið og eitthvað bjátar á, þá eru þeir farnir tilbaka. Þeir eru hættir. Tek ekki þátt í þessu leikriti, þetta er of erfitt fyrir mig. En Abraham svaraði kallinu og í dag þá er þjóð, heilmikil þjóð og hefur verið í margar aldir sem kom út af Abraham og heitir Ísrael. Og í dag þá er líka önnur þjóð sem kom út af Abraham og heitir kirkjan. Vegna þess að Abraham, hann er í raun og veru faðir trúarinnar. Og þetta er svo yndislegt að lesa þetta, að Guð, hann kallar mannin. Hann kallar mannin, hann ræðst ekki inn á mannin, hann kallar mannin. Þegar Adam og Eva synguðu, þá kallaði Guð, þau földu sig. Af hverju földu þau sig? Þau vissu að þau höfðu gert rangt. Þau voru skömmustileg og Guð sagði, hvar ertu? Guð hafði átt samfélag við Adam og Evu. Þau höfðu gengið saman í garðinum og nú var eitthvað sem hafði brostið, eitthvað sem hafði rofnað. Það var orðinn trúnaðarbrestur, en Guð kallaði. Og við þekkjum söguna, við köllum þetta syndafallið. Guð sendi Jesúm til þess að brúa bilið aftur milli sín og mannsins og Guð kallaði á ný, Adam, hvar ertu? Nú vil ég fá alla menn til mín. Og við köllum það að gefast Jesú Kristi, að gefast Guði aftur. Það var Guð sem skapaði okkur. Og vitið það að það vekur furðu mína að fólk á Íslandi segist vera kristið 60% og segist trúa á þróun. Hvernig getur þú verið kristinn og ekki trúa því að Guð hafi skapað mannin? Þú verður að fara að upphafinu til þess að hafa eitthvað til að standa á. Trú okkar, hún er ekki í lausu lofti. Hún er alls ekki í lausu lofti. Guð skapaði mannin. Þróunarkenningin er enn í dag ósönnuð.
og hún mjög órökvís og það er bara svo hlægilegt að horfa á fólk sem kennir þessa kenningu að það getur ekki svarað fyrir sig. Það getur ekki gefið dæmi eina breytingu. Það getur ekki gefið dæmi eina breytingu. Ekki eina. Ekki eina. Jesús Kristur söguleg staðreynd. Hann var til, hann gekk á þessari jörð. Það eru 500 vitni að upprisu hans. 500. Yfir 500. Og fólk segir, já, en fyrir 4 billjónum ára. Fyrir 4 billjónum ára. Þá gerðist þetta. Geturðu sannað það? Nei, ég hef ekki tíma til þess, af því það eru svo mörg ár á milli. Ég hef ekki lifað þann tíma. Það voru rökin hjá einum prófessornum. Þannig að trú vor, eins og Páll segir, að hún byggð á traustum grunni. Trú okkar sem kristinna manna byggð á traustum grunni. Guð, hann sendi Jesú til þessa inn í þennan heim. Hann sendi son sinn sem þýðir að Guð sannaði að hann væri til. Hann sannaði að hann væri til. Hann sannaði það fyrir okkur með dauða hans og upprisu. Þannig að við erum öll kölluð til að eiga samfélag við þennan Jesú. Við erum öll kölluð. En svo hin hliðin. Og ég ætla að lesa aftur frá Matteusar guðspjalli. Tuttugasta og öðrum kafla. Þá tók Jesús enn að tala við þá, fyrsta vers. Matteus 22:1. Þá tók Jesús enn að tala við þá í dæmisögum og mælti, líkt himnaríki og konung einn, sem gjörði brúðkaup sonar síns. Jesús, sonur Guðs, staddur á jörðinni, að segja dæmisögur. Tala himnaríki eða Guðsríkið eins og það var kallað. Það þarf ekki að vera langt upp í himninum. Við erum að tala ríki Guðs. Jesús sagði á öðrum stað, ríki Guðs hið innra með yður. En gyðingarnir kölluðu það himnaríki. Og konung einn sem gjörði brúðkaup sonar síns. Líkt himnaríki, og hann getur sagt, himnaríki eins og konungur einn sem gjörði brúðkaup sonar síns. Hann sendi þjóna sína til að kalla til brúðkaupsins þá sem boðnir voru, en þeir vildu ekki koma. Ég veit ekki, þú kannski upplifir það að vera boðin í brúðkaup og hefur ekki vilja að fara því að kannski einhver leiðindagaur að gifta sig og þú vildir ekkert með hann hafa. En ef það einhver náinn ástvinur sem að gifta sig og þú vilt ekki fara, þá það mjög einkennilegt. En hérna, hann sendi þjóna sína til að kalla til brúðkaupsins þá sem boðnir voru, en þeir vildu ekki koma. Sumir hafa heimfært þessa sögu upp á Ísrael, að þeir tóku ekki við Messíasi. Þessi saga, hún getur líka átt við okkar tíma. Hann sendi þjóna sína til að kalla til brúðkaupsins þá sem boðnir voru, en þeir vildu ekki koma. Við lásum trúri Guð sem hefur kallað alla menn til samfélags sonar síns Jesú Krists. Og Biblían kennir okkur að Jesús, hann brúðgumi kirkjunar. Kirkjan eiginkona Jesú Krists. Þannig ef þú ert boðinn í brúðkaupið og vilt ekki koma, þá ekkert sem Guð getur gert. Hann sendi, af því að Guð, hann ræðst ekki inn í líf nokkurs manns. Þú ert skapaður í hans mynd. Ef að sonur þinn vill ekki koma í brúðkaupið þitt, segjum að þú sért að gifta þig í annað sinn, þú átt son sem ósáttur við ráðahaginn, hann vill ekki koma, þú berð hann ekki til liðni, þú bara hryggur yfir því að hann vill ekki koma.
Það bara einfalt mál. Þú ert tryggur yfir því að hann vill ekki koma. Þú ert að halda áfram með þitt líf. Sonurinn vill ekki leyfa þér að halda áfram með sitt líf, með þitt líf. Þannig að þú ert tryggur, Guð tryggur yfir öllum þeim sem vilji ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna. Segið þeim sem boðnir voru, veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifé slátrað, allt tilbúið og allt tilbúið, komið í brúðkaupið. Svo heyrum við þessa sorglegu frásögn. Þeir skeittu því ekki og takið nú eftir. Einn fór á akur sinn, annar til kaupskapar síns. Hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. En þessi lýsing hér, hún snertir svo illa við mér vegna þess að í gegnum þessi 35 ár eða 37 ár sem ég hef reynt að benda fólki á Jesú, svarið sem ég fæ yfirleitt þetta. Ég hef annað þarfara að gera. Ég hef annað þarfara að gera heldur en að koma á samkomu, heldur en að vera að hugsa trú mína. Ég get bara að hugsa trúna þegar komið að dauðanum. Þá það svona alveg nóg. En sem sagt að kall Guðs, trúin á Jesú, hún lægra skrifuð heldur en atvinna mín. Hún lægra skrifuð heldur en tómstundamálin mín. Hún lægra skrifuð heldur en hjónabandið mitt. Hún lægra skrifuð heldur en öll önnur áhugamál mín. Af því að ef ég hef ekkert annað að gera, þá kem ég kannski. Þetta það svar sem ég hef fengið í gegnum árin. Þegar ég hef reynt að benda fólki á Jesú og reynt að benda fólki á að Guð, hann hefur skapað kirkjuna til þess að fólk hans geti komið saman og átt samfélag við hann. Ef ég hef ekkert annað að gera, þá kem ég kannski. Og spurningin fyrir okkur líka, ef við höfum verið kölluð af Guði, erum við ennþá að vinna köllun okkar og útvalningu? Erum við ennþá að reyna að gera hana vissa? Eða höfum við slakað á? Eitthvað annað sem tekur yfir? Guð kominn í annað sætið í mínu lífi? Sumir segja að þetta sé lögmál, en viltu eiga konu, viltu eiga mann sem elskar þig? Eða viltu eiga einhvern sem þar bara svona í málamyndunar sambandi? Ég vil eiga konu sem elskar mig. Ég vil líka elska þann drottinn sem dó fyrir mig á krossinum af öllu mínu hjarta. Og ég skrifaði niður, ég var að kenna á biblíuskólanum markmið. Markmið, við þurftum að skrifa niður markmið, nemendurnir áttu að skrifa niður markmið í lífsins. Og það var svolítið gaman að sjá svörin þeirra. En þá fannst mér ég þurfa að skrifa niður hvað mitt markmið. Og markmiðið mitt númer 1 að þjóna drottni mínum og frelsara af öllu hjarta. Það mitt markmið. Og stundum, þá þurfum við kannski á leiðinni, þá komum við, ef við höfum sett okkur markmið, stundum höfum við farið kannski of langt þegar við erum að keyra bílinn okkar og þeir sem eru með GPS-tæki, þeir hafið heyrt rödd segja recalculating. Þú ert komin framhjá, þú þarft að snúa við og taka aftur stefnuna í þá átt sem þú áttir að taka. Og kannski það þannig með mörg okkar, með kall Guðs í okkar lífi, að við erum komin svona af leið og við þurfum að leyfa heilugum anda sem okkar GPS-tæki að endursetja stefnuna og að byrja aftur að gera köllun okkar og útvalningu vissa. Drottinn, hvað mitt hlutverk? Hvernig get ég þjónað þér? Við töluðum heiminn hérna í kringum okkur. Af hverju þegjum við kristnir? Af hverju erum við svona þögul? Af hverju látum við ráðast á börnin okkar taka frelsið frá þeim? Af hverju segir enginn neitt?
einn af okkur misti vinnuna fyrir að standa upp og segja hvað var rétt og hvað var rangt. En hann vann málið í Hæstarétti. Vegna þess að það er ennþá í lögum að sé málfrelsi á Íslandi. En ótti má ekki halda aftur af okkur að vernda börnin okkar og vernda næstu kynslóð. Og ég trúi því að við sem Guðsfólk við þurfum að svara þessu kalli. Og spurningin höfum við heyrt kallið? Margir segja, ef ég færi á vinnustæðin minn, þá myndu margir segja, Guð hefur aldrei kallað mig. Sumir skilja heldur ekki þegar Guð kallar þá. Það er saga í Gamla testamentinu lítinn dreng sem hét Samúel og Guð kallaði á hann þrisvar, hann hljóp alltaf til prestsins. En loksins skildi presturinn að hafa Guð sem var að tala til hans. Guð talar oft til okkar í gegnum ákveðnar kringumstæður. Það er eitthvað svona djúpt inni og kannski þekkjur ekki rödd Guðs en það er Guð sem er að tala til þín. Og í Biblíunni sem er manúalinn að þá sjáum við hvernig Guð talar til okkar og hann talar til okkar í gegnum Biblíuna. Hann hefur kallað alla menn til samfélags við son sinn Jesúm Krist. Þannig hefur hugsað hver þín köllun er. Þú segir, ég er ekki predikari og ég finn mig ekki í þessu, Guð hefur samt köllun yfir þínu lífi. Guð hefur kallað alla menn. Og það hafa allir menn, það er sama, margir menn eru kannski, þeir eru út í viðskiptalífinu, en þeir eru að þjóna Guði þar. Þeir eru að þjóna Guði, þeir standa fastir fyrir og fyrirtækið að stendur fyrir það sem er rétt og jafnvel kynna þeir Guði í fyrirtæki sínu. Þeir styrkja Guðs málefni. Margir eru læknar, margir eru bifvélavirkjar, en þeir hafa samt þá köllun að útbreiða Guðs ríki. Það er ekki allir prestar, en samt erum við allir prestar þar sem við erum. Ég er líka bifvélavirki eða velvirki og það var atvinnugreiningafundur daginn og þá sögðu, var það er ekki allir sem hafa prest á sínu vinnustað. En þannig að þeir vissu að fyrir hvað ég stóð. En spurningin hver er þín köllun? Og það byrjar alltaf á því að við komum til Krists og við gefum honum líf okkar. Það byrjar þar. Og síðan lesum við eftir að lærisveinarnir byrjuðu að fylgja Jesú að þá voru 12 skipaðir í embætti. Seinna voru aðrir 70 sendir. Þannig að það byrjar alltaf að við komum til Jesú og við gefum honum líf okkar. Ég hélt að það hefði gerst þegar ég fermdist. Já, hvað hefur gerst síðan? Hvernig hefur unnið að þinni köllun síðan þá? Hvað hefur gert við fermingarheitið? Hvað gerðirðu? Hvað gerði ég þegar ég gifti mig? Fór ég að bjó einhvers staðar annar staðar? Langt í burtu frá konu minni? Nei. Lífið byrjaði þegar ég gifti mig með henni. Það verður haldið áfram alla tíð síðan og ég hef fengið að gera köllun mína á útvalningu vissa í hjónabandinu. Ég veit hvað ég á að gera og ég veit til hvers ætlast að mér. Ég vissi það ekki áður. Og það er eins með gönguna með Jesú Kristi að þú kemur inn í þetta samfélag við hann og þú færð að vita hvað þú átt að gera. Og ég trúi því að Guð, hann að kalla fólk allstaðar til þess að fylgja sér. Við erum komin á mjög hættulega stað í okkar þjóðfélagi. Ég heyrði ungan mann á Alþingi segja í útvarpsviðtali, hann sagði vald viðbjóður. Ég hugsaði þetta maður á Alþingi Íslendinga. Þetta sá sem að í raun og veru hefur valdið, hann segir vald viðbjóður. Hann var spurður, eru margir stjórnleysingjar í þínum flokki? Eflaust. Við vorum að ræða aðeins fyrir samkomu og einn bróðir sagði mig að kannski þetta ávöxtur af því hvernig stjórnmálamenn hafa hagað sér. En ég segi, ég vil frekar hafa stjórnmálamenn sem virða vald
og vita hvað er rétt og rangt, þó svo að þeir séu sjálfur spilltir, þó það sé spilling, frekar en að hafa og fá til valda fólk sem er hömlulaust, sem veit ekki hvað stjórnskipan er, sem segir vald er viðbjóður, sem segir að, eins og þessi maður sagði, það er ekki víst að allir geti haga sér í samræmi við almennt siðgæði, þess vegna þurfum við að taka guðlaustunar lögin burt. Sjáðu, við stöndum eiginlega sem þjóð á krossgötum. Við þurfum að taka kall Guðs alvarlega, biðja fyrir þjóðinni, og ég er svo glaður yfir því að allar kirkjur hafa sameinast á þessu ári til þess að biðja fyrir íslensku þjóðinni. Og ég trúi því að Guð hann umbuni. Og endilega veriði með hérna í Keflavík, þriðjudagskvöldum, miðvikudögum, föstudagskvöldum, eða viljið sjá Guð virkilega gera, bara bjarga íslensku þjóðinni, veriði með okkur. Það er ekki sjálfgefið að við lifum alltaf við frelsi. Það er ekki sjálfgefið. Það eru margar þjóðir sem hafa lifað við frelsi, sem lifa ekki lengur við frelsi. Þau eru undir sverðinu, þau eru undir áþján. Þannig að það er ekki sjálfgefið. Þannig að Drottinn hann er að kalla fólk sem hrópar til hans tilbaka og segir, komið þitt ríki, verði þinn vilji, frelsa oss frá illu. Amen. Og ég ætla ekki að hafa orð mín lengur í dag. Við skulum rísa á fætur.